Ja, Snorri, hópurinn er klár og þá er það klassíska spurningin, hvernig leggst þetta mót í þig? Bara vel, þannig sem gert það allan tíman. Fókusin hefur svolítið verið á þessum meiðslum en það er meiri bara matur fyrir ykkur fréttamennina sko, að smjáta því en bara fínt að þetta líki fyrir hverjir eru að fara og hverjir ekki og fínt að fara líka bara út á morgun og svona, hvað segir maður, virkilega þessi 100% einbeiting að fara að byrja og maður finnur það kemur alltaf meiri spenningur yfir þetta svona þegar nær 3 ár og svona. Ég held að sé bara tillögun í okkur. Guðjón Valur fer með eftir allt, er það ekki mikilvægt fyrir hópinn, svona reynslu mikill og náttúrulega bara frábær? Gríðarlega mikilvægt, það er bara að segja sér sjálf, fyrir að hann er stórkostlegur handboltamaður og eins og best í sínu stöðu, þá náttúrulega líka hans bara vægi innan hópsins, hann er fyrirliði liðsins og annars slíkt, þannig að það gefur bara öllum held ég ákveðna ró og trú að hann sé með. En hvað getur við sagt með svona raunhafa væntingar á þessu móti? Já, við ætlum bara upp úr riðlinum. Ég veit ekki hvað er raunhæft og hvað ekki. Við gerum bara þá kröfu á okkur sjálfa að fara upp úr riðlinum og við ætlum okkur líka að taka með okkur stig upp úr þessu riðli. En það segir sér líka sjálft að það verður gríðarlega erfitt og það getur alveg farið allar áttir þessi leikir og þetta eru allt 50-50 leikir, allan að mútið normunum og ungurum og við þurfum klassa leik til þess að vinna báðar þessar þjóður. En það er engin ástæða til þess að fara til Danmerkur með eitthvað annað heldur en að fara að vinna þessa leiki. Við höfum aldrei gert það með þetta landslið og það breytist ekkert núna og það er bara svona krafa sem við gerum okkur sjálf. Þú hefur verið í svona svolítið nýrri stöðu, verið að standa hann í markinu svona í manni færri, hvernig hefur það lagst í þig? Það hefur ekki gengið nægilega vel að verja þessi skotafallana en þetta er svona sem Aron kom með, svona þetta þegar við erum einu færri og svona á að kannski að vinna einhvern ákveðin tíma og tegja hans lopan þegar við erum manni færri. Það var kannski meira allan á mútið þjóðurum svona fyrir okkar eigin klaufaskap, svona sendingafeil að ég enda í markinu en auðvitað er það mitt bara að lesa leikinn og koma mér út á svo við fáum allan aðeins betri menn í þessa stöðu. Já, þetta er ekkert endilega óska staða að standa þetta í markinu en ég ger samt til að gera mitt besta ef ég enda í ramannum og það væri ekkert verra sko að eiga að vari skotin aðsleika á síðvíðinu sko. Nákvæmlega, klæslega. Takk.